Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra, tók fyrstu skóflustunguna að Knarrarneskirkju. Kirkjan mun rísa í túnfætinum við minna Knarrarnes á Vatnsleysuströnd. Kirkjan verður bændakirkja í 19. aldar stíl sem hjónin Anna Rut Sverrisdóttir og Birgir Þórarinsson reisa. Forsætisráðherra sagði þegar hann tók skóflustunguna að athöfnin væri eins og skemmtilegasta og mest uppörvandi opinbera athöfn sem hann hefði tekið þátt í. Tekið þátt í ýmsum svona opinberum athöfnum en enginn þeirra hefur verið jafn sérstæð og uppörvandi og skemmtileg á þessu. Þetta er virkilega ánægilegt að taka þátt í þessu með ykkur. Þú voru að taka röskla á þessu. Já. Þetta er vanur torfskurða maður. Heldur ekki bara áfram móka? Áður en skóflustungan var tekin, helgaði séra Kristinn Ágúst Friðfinnsson staðinn þar sem kirkja mun rísa við svokallað brandsleiði. Nýliðinn þriðjudagur var mikill hátíðisdagur hjá ábúendum á minna Knarrarnesi. Birgir Þórarinsson fagnaði 50. afmælið þennan dag, þá var Sverrir sonur þeirra Birgis og Önnu Rudar að útskrifast sem verkfræðingur og Þórarinsson þeirra að útskrifast sem stúdent. Ástæður þess að Sigmundur Davíð forsætisráðherra tók skóflustungu að kirkjunni má meðal annars rekja til þess að Sigmundur á rætur til minna Knarrarnes, en stjórnarmynduna viðræður Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks fór einmitt fram á heimilinu að minna Knarrarnesi. Sjónvarp Víkurhetta ræddi við Birgi þetta sérstaka verkefni í túnfætinum að minna Knarrarnesi. Já, þetta er nú svona gamall draumur okkar Önnu Rudar að reisa svona litla bændakirkju. Og ég hef verið mjög áhugasamur þennan íslenska byggingarstíl, þannig að kirkjan er byggð í 19. aldar byggingarstíl. Verður þess að timburkirkja ekki ósvipuð og Krýsuvíkurkirkja var. Nú síðan er ég nú guðfræði menntaður og áhugamaður mikill guðfræði, þannig að það má segja að þetta sameini svona mín tvö áhugamál, það er að segja guðfræði og hinn íslenska gamla byggingarstíl. Þannig að það er svona hugmyndir á bakvið þessa kirkju og síðan lofgjörð til Guðs og þakklæti fyrir blessun hans og varðveislu gegnum lífið. Nú síðan rekum við hér litla ferðaþjónustu og væntum þess að ferðamenn kannski hafi áhuga á því að skoða kirkjuna og jafnvel ganga hér í hjónaband. Við höfum fengið fyrirspurnir það, hvort að það sé hægt, þannig að þetta svona kemur alltaf því sama að fólk fá að njóta þess og að ganga í Guðs hús og sjá hvernig þessar litlu kirkjur voru á Íslandi í gamla daga. Segðu bara eins frá þessu stað hérna, minna Knarrarnesi. Hvað kemur til að þú sest að hérna? Já, hér bjuggu amma mín og afi, Margrét Þórarinsdóttir og Brynjólfur Brynjólfsson og ég keypti hér af fjölskyldunni fyrir tæpum 20 árum og við gerðum íbúðarhúsið upp, stækkuðum það töluvert og settumst hér að og njótum þess að vera hér. Hér er kyrrt og gott að vera en hér getur nú líka blásið en maður svona er nær náttúrunni og kann vel að meta það. Og þú innréttaði kjallarinn og settir þar upp glæsilega gistingu? Já, það er lítil íbúð sem við leigjum, 65 fermetra íbúð sem við leigjum ferðamönnum og gengur mjög vel og það er mikil tækifæri í ferðamennskunni en við erum svona alveg á jörðinni og næsta verkefni er að reisa þessa kirkju. Kirkjurnar hafa nú aðeins verið að elta því í starfi. Ég veit eina til dæmis hjá slökkviliðinu á Keflavíkurflugvelli. Já, það er nú reyndar rétt þú minnist á það að þegar ég starfaði þar þá frétti ég af kirkju sem var í Rockville og hún var þar í niðurníðslu og mér fannst nú dapurlegt að horfa upp á þetta þannig að ég kom með þá tillögu við stjórnendur slökkviliðsins að við myndum flytja þessa kirkju í heilu lagi á lóð slökkviliðsins og gera hana þar upp og nota hana sem kirkju og kapellu fyrir slökkviliðsmenn sem þurfa að vinna á hátíðisdögum og öðrum dögum. Þannig að þetta var síðan samþykkt og slökkviliðsmenn unna þessu sjálfboðavinnu og þessi kirkja stendur enn í dag og er ákaflega falleg og vel hefnuð. Þannig að já, það má segja að þetta sé svona kirkja númer 2 sem að ég stend að. Þetta er fallegur dagur hérna á Vatnsleysuströndinni og þú fékkst forsætisráðherrann til að taka skóflustunguna. Hvað ræður þessum degi? Já, Sigmundur Davíð forsætisráðherra, hann gerði þetta mjög vasklega og hann er einnig mjög áhugasamur þennan íslenska gamla byggingarstíl og hann er kirkjunnar maður
og við þekkjum hann, bæði hjónin og við þetta vinnafólk okkar, þannig að það lá svona beinast við að óska eftir að hann kæmi og það var ekkert sjálfsagt og hann nefndi það einmitt hér áðan að þetta væri ánægilegasta opinbera athöfn sem hann hafi tekið þátt í, þannig að ég þótti mjög vænt að heyra það og það var fallega sagt. Kannski svona lokum, hvenær verður messað í nýju kirkjunni og hefur hún fengið nafn? Já, hún mun heita Knarrarneskirkja en við höfum nú ekki tímasett nákvæmlega hvenær byggingin verður vígð en það svona stemt að því áður en okkar yngsti sonur Hjalti verður fermdur sem eftir 5 ár þá verður þessu lokið og kirkjan opnuð. Til að fagna tímamótunum var gestum boðið í þurrabúðina Vík sem reist var árið 1882 í túninu við Minna Knarrarnes. Gestir voru margir í þjóðlegum klæðnaði þar sem íslenska lopapeysan fékk að njóta sín. Veitingamenn grilluðu kjöt og sjávarfang fyrir viðstadda og Birgir Þórarinsson gat ekki stillt sig að grínast aðeins í Guðna Ágússyni við upphaf veislunar. Hér var á árum áður þétt setið og legið en ég ætla að byrja á því áður en að ég held stutt erindi þurrabúðarmenn og líf þeirra á öldum áður, þá ætla ég að byrja á því að biðja ykkur að fá ykkur hérna af þessum réttum sem eru hér á borðunum. Þetta frá landinu helga, það að segja hneturnar eru frá Ramallah og Nablus, sagðar þær bestu í heimi, síðan brauðið frá Jerúsalem og hummus frá Jerúsalem og Betlehem. En þetta eru náttúrulega innfluttar landbúnaðarvörur. Þannig að ég ætla að biðja ykkur að fá okkur strax áður en Guðni Ágústsson grípur í tökum.